Já, þá er það Eiríkur Bergmann, gjörðu svo vel. Já, kæru félagar, ég vildi nú fyrst nefna, mér finnst ennþá örla á þeim misskilningi sem svolítið hefur gætt hér þessi sérstöku ákvæði þjóðkirkjuna sem annars vegar er sagt í stjórnarskrá að það megi breyta því ákvæði með lögum, en hins vegar að sé það gert að þá skuli setja þá breytingu í þjóðaratkvæðagreiðslu. En það á auðvitað einverðingu við ef að kirkjuskipaninni er breytt með lögum. Eftir sem áður er stjórnarskrá breytt bara með þeim hætti sem að hún sjálf kveður á og það má breyta öllum ákvæðum hennar samkvæmt venjulegum breytingum á stjórnarskrá. Þannig að þó svo að við leggjum til eitthvað annað fyrirkomulag í kirkjumálunum, að þá er það auðvitað ekki eitthvað sem að þarf endilega að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, ekki frekar heldur en bara önnur ákvæði sem að við erum hér að fjalla og við skulum passa okkur á að halda þessu aðgreindu. Það er sem sagt hægt að breyta þjóðkirkju ákvæðinu í stjórnarskrá með tvenns konar hætti, annars vegar með lögum og þjóðaratkvæðagreiðslu og hins vegar auðvitað bara með venjulegri stjórnarskrár breytingu. Þannig að í rauninni á að vera einfaldara að breyta þessu ákvæði heldur en öðrum, en mér hefur stundum fundist eins og misskilningurinn hér sé þveröfugur, að það sem sé bara hreinlega erfiðara, sem það auðvitað ekki. Nú, ég tek eiginlega undir með þessu prinsippi í tillögu Pawels. Ég held að við hljótum í það minnsta að reyna til þrautar að ná heildstæðri niðurstöðu í öllum málum og reyna að útbúa eina tillögu að breytingu á stjórnarskrá, og mér finnst að í það minnsta tilraunarinnar virði að reyna að ná því einnig í kirkjumálunum. Ég veit eins og að þetta er auðvitað ákvæði sem að mjög er deilt og fólk hefur alveg gagnstæða afstöðu til og oft af djúpri sannfæringu, þannig að það er auðvitað flóknara. Nú, ég hallast að því að það gæti verið hægt að vinna með þessa tillögu Pawels, þó að mér finnist reyndar sérkennilegt í því orðalagi sem þar er boðið upp á að tala starfshætti hinnar lútersk evangelísku þjóðkirkju. Mér finnst það bara einhvern veginn allt of þröngt og jafnvel mætti hugsa sér að í staðinn myndi einfaldlega standa að í lögum á kveða aðkomu ríkisins að kirkjuskipan eða eitthvað þvíumlíkt. Og í það minnsta felur þá í sér að ríkinu fullkomlega heimilt að halda hér úti þjóðkirkju ef það svo kýs. Þannig að það sé þá algjörlega kristaltært að þó svo að sérstakt ákvæði lútersk evangelíska þjóðkirkju sé tekið út, að þá sé ekki verið að leggja það til að ríkið breyti sinni tilhögun. En sem sé, mér finnst að við að reyna til þrautar með þetta ákvæði áður en að við samþykkjum að afgreiða með valkostum.